Það hefur ekki farið fram hjá neinum að það tekin við ný ríkisstjórn á Íslandi og ráðherrarnir fengu lyklana sína í gær. Gjörðu svo vel. Blómundurinn hérna frá Geir og hann skilar sérstaklega því kveðið og óskaði velfarnaði eins og við þínu mikilvæga starfi. Þakka þér fyrir Þorgerður. Jarðfræðingurinn tekur við dýrleika. Katrín Jakobsdóttir yngsti ráðherrann en hún varð 33 ára í gær. Ég hef sagt á mörgun að ég gæti valið einhvern eftirmann úr öðrum flokkum, þá það þú. En ég veit að það ekki mjög vinsælt fyrir Vinstri græn að fá meðmæli frá Sjálfstæðisflokknum. Þá höfum við þetta ekki eftir. Þið megið ekki hafa þetta eftir, en gangið vel. Katrín var ánægð að fá bæði nýja ríkisstjórn og ráðherraembætti í afmælisgjöf. Það þó verra að engin peningur til í ráðuneytinu frekar en annars staðar þessa dagana. Þetta örugglega ógleymanlegur afmælisdagur, ekki nokkuð spurning, en þetta örugglega líka, þessi afmælisgjöf á örugglega eftir að draga ýmsa dilka á eftir sér. Hvaða dilk? Já, ég hugsa að þetta verði nú ansi krefjandi verkefni hérna framundan, næstu 80 dagana, þannig að ég hef eftir að hugsa oft til þessa afmælisdags á næstu dögum. Ráðherrann langar að gera úrbætur á lánamálum íslenskra námsmanna. Svigrúm nú ekki mikið til að auka útgjöld, en mig langar til að fara yfir málefni lánasjóðs íslenskra námsmanna erlendis og hvort eitthvað hægt að gera þar úrbætur á. Þannig að allir það verði ekki svona mitt verkefni á auk þess að klára þau verk sem hér líka fyrir. Eitt að lokum, af því að þú fékkst þessa ríkisstjórn í afmælisgjöf og ráðuneytið, hvað ætlar að láta hann heita? Að láta hann að heita Kötustjórnina. Eigum við ekki að leyfa bara almenningi að velja henni nafn svona þegar líður á?